sko, mér datt í hug að byrja þetta á mannstu eftir þegar við hittumst í flugvélinni. Heldur betur. Heldur betur. Ég held að ég hef bara komið upp að þú varst að spila fótbolmanager eða eitthvað, sko. Já, eins og ég ger í flugvélum. Ég held að við höfum ekki sitt við hliðinaður, en ég held að ég komið bara upp að Já. Bara, þá var ég á leiðinni til Asíu fyrst skipti. Ég man nefnilega alltaf þegar ég sé þig og að sé þig ferðast, þá verð ég alltaf svo þakklátur, ég man alltaf eftir þegar þú varst að spurja mig út í ferðalög, svo þú búin að taka langt fram á mér, sko. Öðruvísi kannski. Öðruvísi, já. En já, ég held að taugarnar voru vel þandar þar, sko, að fara fyrst skipt til Asíu og þú varst í vélinni bara, vorum örugglega á leiðinni til London eða eitthvað, skilur. Ég var á leiðinni vinnuferð til London. Já, og við að millilenda. Já, og ég man að þú sagðir, sko, ég er búin að taka ákvörðun að hún er að fylgjast með þér og ég sé þið ferðast og þú ert einn af þeim sem hefur hjálpað mér að ákveða að passin minn er til að nota. Já, eflaust. Það var svona fyrst skipti það sem að fór í eitthvað svona alveg ævintýri. Já. Þú lýsir þessu að þú hefur verið, þú veist, með þessi taugarnar þandar. Já, algjörlega. Hvað er það því einmitt? Það er svo áhugavert þegar maður, þú veist, nú eins og segi, þú ert búin að fara í meiri, það er alveg augljóst, þú ert búin að setja þig í, sko, skrýtnari aðstæður en ég og svona kannski meira ekstrím er ég nokkuð vissum, en ég er búin að ferðast mjög mikið og þá er maður oft erfitt með að setja sig í þegar einhver er að koma eins og núna þegar ég er út á Zanzibar og það er einhver víst, er þetta alveg í lagi á ég að bólusetja mig á ég að gera þetta og fólk er mjög óttaslegið og þá fatta ég hvað ég er orðin en gæsalappa kærulaus. Afslappaður. En þá set ég mig innan, það var orðið svo mörg ár síðan ég var farið fyrsta skipti. Þú veist, hvað er þetta? Er þetta fjölmiðlarnir? Eða, þú veist, hvað veldur ég að það bara leið og fólk er að fara út fyrir Evrópu eða Bandaríkin? Þá er eins og að sé eitthvað stór hætt á ferðum. Já, sko, þetta er alveg góð spurning en á pælir í líka, þú veist, hvar fær flest allt þetta fólk sínar upplýsingar, skilu, það er náttúrulega vola mikið gegnum fjölmiðla, ekki nema að segja að leitast eftir í sjálft, þú veist, að kannski að horfa okkar heimild þetta á YouTube eða hlusta podcast eða eitthvað þannig, sko, þá náttúrulega fara kannski einhver svona aðeins öðruvísi mynd af ákveðnu svæði en aftur á móti er bara því miður og eðlilega, þú veist, að færa það örugglega mest allan fróðleikinn í gegnum fjölmiðluna. Þannig að þú veist, gefa vola svona takmarkaða mynd. Já, því myndin, ég man að ég hugsa þetta þegar ég kom til Líbanon. Æðislegt land, hátt menntunarstig, fólk sem tala 3 tungumál og þau segi, eina sem ég hef heyrt að þessu landi er by definition einhver stríð. Já, en hvar hefur þú svo sem átt að heyra af okkur öðru, skilur? Ég segi það, en ég segi þá mann þegar ég var að fara þangað, þá voru allir bara Líbanon, þú voru að passa, og þá náttúrulega auðvitað hughrifin eru. Ég var með hann Kristján Gíslason og hann mitt sagði, sko, því meira sem ég skoða heiminn, því meira kemst ég að þeirri niðurstöðu að fólk er gott. 100%. Ert þú með sömu? Já, ég held að flestir sem fari svona, veist, fá þessa þörf fyrir að ferðast mikið, sko, deili þeirri hugmynd, sko, að 99,9% af fólkinu er bara gott og vill bara það sama og flestir úr lífinu, sko, að lifa góða lífi og að familjan og fjölskylda og vinir séu við góða heilsu og það er brot í hverju landi sem er að reyna að gera eitthvað annað, sko, og þá er oft einhver ástæða fyrir því, fátækt eða einhvað, sko. Einmitt, og þá hugsa maður, sko, þetta er náttúrulega kannski ekkit óeðlilegt að þú veist, þess að ég var að nefna Afríku núna. Nú er ég búin að vera í Marokkó, Túnis, Tansaníu 5 sinnum, Suður-Afríku 2 svar og frábæra reynsla Afríku. En eftirminnilegasta sagan sem ég var líklegast til þess að segja fólki er eina skipti þegar ég lendi í einhverju rosa slæmur, sko. Það var blagkona frá MBL sem hringdi mig á mínu mótjóluferðalagi Ameríkurnar og við áttum bara frábært spjall og ég segi frá einni sögu það sem var skotið á okkur í Mexíkó og það var náttúrulega bara fyrirsögn, bara þurfti að flýja skotárið sem Mexíkó, ég var bara, Jesús minn, en ég meina henni til varna þurfti náttúrulega bara að vekja athygli á sögunni og þannig, sko,
En þetta var svo lítið brot af því sem við töluðum og ég las þetta þegar ég var að ótrúlega skemmtilegt og vel skrifað hjá henni. Mjög vel skrifað. Algjörlega og bara hún við áttum ótrúlega skemmtilegt og gott spjall sko og ég var einhvers staðar upp á okkur fjalli bara nývaknaður í tjaldinu mínu sko. Ég var á algjörlega draumkjöndu stað að tala við hana í gegnum síma bara með Mexikófjöllin í kringum mig og þannig að þetta var svona súrrealísku staður að vera með net og vera í samtali við blaðakonu heima. Þannig ef ég hef verið hún, ég hef pottet skrifað sömu fyrirsögn, sko. Já, hvað eru margir ungir Íslendingar sem hafa lent í því að vera eitthvað nálægt Skotára, skilur? Það er það sem er frétt. Já. Svona virkar þetta bara. Algjörlega, sko. Og þá kemur einmitt að ef að fólk nennir að lesa spurningin er sko, þú veist, ef þú lest bara fyrir svona, þeir sem hefur nefnt að lesa allir þessa grein, þá var greinin einmitt þú veist, hvað ferðalögin væri og jákvæð og hvað flest fólk væri gott og allt þetta, sko. Já, og þú með þinn fjölmiðla bakgrunn, þú hefur pottið skrifað alveg fyrirsögn, sko, bara til að svona trekkja fólki inn og fá til að lesa greinina og þetta, eins og segja, þetta er örugglega verið bara næst niðri til að fá til að lesa alla greinina til að komast að gulrótin sem var í fyrirsögninni, sko. Ég skil á fullkomlega. Ég hef bara gert það saman, sko. Mér langaði að tala við þig, sko, bæði líka þessum business, að þú ert náttúrulega búin að starta fyrirtækjum og ert núna að fara að ferða þér út og mér langaði að spyrja þig líka út í Asíuna, en að þú ert byrjaðar að tala um þessa ferð og hún er kannski í svona sæmilega fersku minni. Hvað, þú veist, förum bara yfir þetta, þú ákveður að fara á mótorhjóli gegnum öll Bandaríkin og niður í Suður-Ameríka, ekki? Já, hugmyndin var sérst bara að þvera Bandaríkin og fara sig á landamærin niður Mexiko. Það er svona, heitir Baja California, sem er Kaliforníu skagi. Kalifornia er eiginlega skipt í tvennt. Kaliforníu ríki er eiginlega, hluti er í Bandaríkinum og hluti í Mexiko. Áður fyrir var þetta allt hluti af Mexiko, sko, áður Bandaríkin taki yfir í einhverju stríði þarna fyrir alllöngu og þannig að stór hluti af Kaliforníu skaga er í Mexiko og það er eiginlega bara eyðimörk. Það er næstu, ég man ekki nákvæmlega 2700-800 kilometrar þvert niður. Hann og er alveg svona ótrúlega vinsæll staður fyrir fólk á mótorhjólum og svona buggybílum og crossurum og mikið af sandi og svona afskekt, flottum ströndum sem hún kemst bara að eða þú ert á okkur svona 4 drifni bíl eða mótorhjóli eða eitthvað þannig. Hann mér langaði rosalega að fara niður þann skaga og taka svo ferjuna á meginland Mexiko og svona hægt og rólega fikra mig niður bara alveg að Suður-Ameríku og ég var með einhver svona hugmyndum að langa að fara inn í Amazon og poppa út hinu með á austurströnd Brasilíu og enda einhver staðar í Ríó og það var svona einhver hugmynd, svona endi einhverju partí á Copacabana, þetta var eitthvað svona algjör draumur. Okay. Og já, þannig að ég fekk eiginlega bara svona tækifæri til að hoppa á þetta núna fór september 2023 og þetta var náttúrulega búið að vera draumi lengi þannig séð en alltaf bara einhver svona ákveðin draumur og ég ætlaði að láta að vera þessu þegar COVID skall á og svo bara svona bara eins og gengur að gerist þá bara byrjaði ég með lítið fyrirtæki og var bara orðinn voðalega svona þægilegur með litla íbúð og í sambandi og bara svona að fara eitthvað svona venjulegan venjulega vegferð þannig séð en auðvitað skilur þegar þú ert með eitthvað svona rosalegan draum og svona eftir að hyggja þú veist þetta var eitthvað sem ég hugsa hverju minnsta degi sko. Já, þetta nagar þegar þú gerir þetta ekki. Já, það gerir það sko og þetta var líka búið að vera bara svona byrja sem einhver svona draumur og svo verður draumurinn að einhverju plani og svo er þetta bara að koma á það stig skil bara herra og gerir þetta ekki núna og lætur ekki slag standa og gerir þetta aldrei og þetta er alveg svona þetta er stór ákvörðun sko og ég held ég var ógeðslega vel undirbúin að hafa fengið bara mörg ári að hlusta á hljóðvörp og lesa bækur og horfa myndir og bara svona hvernig að undirbúa sig fyrir langt mótorhjóla ferðalag og ég vissi ekki raskat sko bara þegar ég svo lét vera að þessu. Ég var að hugsa þegar ég talaði við hann Kristján sko, ég fattaði þegar ég var að tala við hann bara svona, já, mótorhjóla ferð ekki bara, þú veist, hvað þetta krefst mikils undirbúnings, sérstaklega þú ert að fara kannski inn í einhver skrítin lönd og
En hvernig verður svona Bandaríkin? Það náttúrulega infrastruktúrin, vegakerfið mjög gott og ekki, það eru gististaðir með mjög reglulegu millibili og þannig eru Bandaríkin ekki svona frekar í sí eða hvað? Jú, algjörlega, sko, og Bandaríkin eru til dælu auðvelda að mörguleitin til mikið aðgengi að bensíni og mat og gististöðum og slíku en ég svolítið svona utavegar miðaður, minnst ólega gaman að vera utavegar og á slóðum og fleira. Þannig ég var alveg svona þef uppi svona aðeins erfiðari svona svipa kannski bara eins og hálendislóðar hér á Íslandi. Já, Sprengistendur og kjölur og slíkt. Þú ekki verið að þræða bara hægveginn? Ég hef örugglega verið svona 5% á malbyggi bara alla leið, sko. Já, ég skil. Já. Þannig að og þar náttúrulega svona út af Bandaríkinu gríðarlega stórt eiginlega bara svona mér fannst eiginlega pirrandi hversu stórt það var og það ég haf bara komið til New York og kannski ekkert búin að átta mig á vegalengdunum sem eru gríðarlegar bara svona stjarnfræðilegar og þó mótuhjólu líka og þetta var voðalega svona Bandaríkinu var eiginlega svona skrýtnasti kaflinn á mörguleitin til náttúrulega bara fyrsta landið og ég einhvern veginn, ég held ég aldrei verið jafn nálægt því að fá bara taugaáfall eins og bara fyrstu dagana, sko. Af hverju? Ég var búin að hugsa þetta svo lengi og búin að plana þetta svo lengi og svo allt einu bara ertu einhvern veginn bara komin í aðstæðunar og það og eins og ég segi bara, mér varst Bandaríkin var svo stór og vegalengd svo miklar og ég held ég var vel undirbúin og ég var með alltaf mikið á dóti og ég kunni ekki alveg á hjóli og kunni ekki að pakka og bara, mér varst erfitt að fá símkort í síman og bara svona, þetta var eitthvað svona, þetta var bara svo mikið allt í einu og ég var bara allt í einu svona að upplega drauminn en mér fannst það eiginlega bara glata þótt að ég var svo mikið á mikla hlutana fyrir mér, bara blautur á bak við eyrinn, skilurðu. Þannig að ég fekk eiginlega bara svona, örugglega fyrst skipt á lífinu eitthvað svona kvíðakast, sko. Bara mér fannst þetta svo ótrúlega heimskulegt, stórt, mikið, flókið og bara já, þetta voru svona 3-4 dagar þar sem ég bara svona sett ekki neitt inn á spjalli til fjölskyldu og vina og ég bara svona og það mér fannst, ég svona skammaðist mín smá fyrir hvað mér fannst þetta glatað ég tengi rosalega bara, mér fannst þetta algjörlega bara ef einhverjir bara svona gefum bara svona way out, ég bara, já, bara skýt með þetta, sko bara en mér er svo gaman að þú skulir orða þetta svona að upplifa drauminn, af því að ég tengi við þetta og þetta einmitt að fara að naga mig aðeins að gera eitthvað svona sem reynir á mig þegar ég labbaði hérna Jakobsveginn eða þegar maður hljóp Laugaveginn eða einmitt þegar maður hefur farið okkur að skrýta staði ferðalega þá það ástæða fyrir því að hjá rosalega mörgum þetta draumur en þú heldur því bara sem draum og lætur aldrei verða veruleika sem mjög auðvelt mjög auðvelt, af því að veruleikin þú veist, ég man að veruleikin hjá mér í draumnum þegar ég var að labba Jakobsveginn væri að ég þarna rosalega svona senaður og blissaður aleinn í rosalega góðu ástandi en svo bara, þú veist, emmaður bara einmana og þú veist, hvað djöfulan ég að gera akkur ég að labba og hvernig datt mér þetta í hug en það hluti af, þú veist, fegurðinni síðan þegar þú klárar missionið þá þetta jafnvel, þú veist í eftir á að hyggja, vá hvað það var eitthvað næs að fá að vera þarna í kvíðanum Já, náttúrulega bara hluta ferðalaginn yfir höfuð, sko og þetta líka bara svona, þú ert alltaf með ákveðna væntingar eins og segir, skilur, þú veist, þú varst búin að ímynda að þú væri þarna bara í flottu góðu sinn að labba Jakobsveginn og ég var bara ímynda mér einhvern veginn að þetta yrði bara strax bara svona frjálsins og fuglinn, tjald eitthvað staðar og bara svona, veist, ég held einhvern veginn myndi gerast bara leið og svo gerðist það ekki og þá var bara býtu þetta átti ekki að vera svona, draumurinn minn átti ekki að vera svona bara, þetta eiginlega bara glata bara, ég held að þóla ekki Bandaríkin bara strax einhvern veginn, en það var þetta bara veist, væntingarnar mínu voru bara algjörlega út úr korti En var það ekki ennþá sætara þegar þú síðan seinni í ferðinni ferð að upplifa þessi moment, sko? Já, og bara núna, þú veist, ég horfði tilbaka og bara svona, herðu, ef einhverju geta skrifa handrit af hvernig þetta átt að verða og ég lesi, ég var bara, nei, þetta of gott til að vera satt, sko. Þú veist, þetta var eiginlega bara, þó þetta var alls ekki það að þetta verið auðvelt, eða auðveldar en ég hélt, ég vissi alltaf að þetta flókið en þetta var öðrísi flókið, þetta var
allt það sem ég held að væri flókið og erfitt, eitthvað svona fara yfir landamæri og eitthvað svona, kunni ekki alveg tungumálið og eitthvað svona, það var einfaldast, sko. Flóknasta var það sem ég held er einfalt einhvern veginn, svona, mér var stela flóknasta, sko, skilja við kannski ákveðna staði sem ég leið vel á, skilja við ákveðna manneskjur sem ég kynntist, mér það var langa erfiðasti og flóknasti hlutin, sko, að koma einhvern veginn og þú ert alltaf að koma inn í líf einhvers og þú ert samt á ferðalagi, skilur. Einmitt. Og svo þarf þú þarft að halda áfram með þitt ferðalag og þú ert ekki að vera að setja stað í einhverju litlu þorpi þarna eða litlu borg eða eitthvað. Samt ertu búin að búa til ótrúlega svona sterkar tengingar við ákveðna manneskjur að fjölskyldu eða stelpu eða hvað sem sko. Ekki eitthvað sem gerist líka þegar að maður á svona ferðalagi og þú ert einn með sjálfu þegar þú ert búin að kannski einmitt að lýsa svona kvíð og það fari gegnum eitthvað erfitt, að tengingarnar sem þú myndar, þær myndast svo hratt. Þú tengist fólki bara mjög djúpt á 1-2 dögum, sko. Já, algjörlega, og sérstaklega eftir að ég var bara betri og betri í spænskunni, þá bara svona byrjuðu fleiri dyr að opnast en aðal svona breytingin var eiginlega bara að ég var með eitthvað svona ákveðin tímaramma eðlilega. Maður var bara svona áætla sér ákveðin tímaramma, ok, það verður svona 9 til 12 mánuðir og ég ætla að enda þarna og þetta mun vera svona og eins og segja, maður var bara með svona fyrirframgjarnar hugmyndur hvernig það yrði, sem svo fyndið út að, ég hef aldrei gert þetta áður, hvernig átti ég að vita hvernig það yrði, en svona bara, maður með bara ímyndun og fyrirframgjarnar hugmyndir og bara ákveðna væntingar, skilur. Og eftir bara þetta litla kvíðakast sem fekk hann í byrjun og bara eins og veist sjálfur og þá bara eina sem þú átt að gera þú veist að eitt af mikil sem þú átt að gera bara hringdu bara í vinnina, hringdu mömmu þína og tala eins þetta og þá leiðu þau byrja að tala þetta og þeir voru bara gaur, slaka bara á, gerðu bara eitthvað, bara go with the flow og svo bara kemur að ljós hvað endar eða bara ekki vera svona ofhugsita og tók alveg tíma að komast inn í það en leið og byrja svona að hætta að pæla mikið í þessu og byrja bara að slaka á og bara svona leifa í stað fyrir eitthvað með svona að reyna að kreista fram hvernig draumaferðalegt á að vera, leiði bara að gerast. Gafstu þér alveg 9 til 12 mánuði? Hvað var þetta langt? Ég var 13 mánuði. 13 mánuði? Þegar ég hugsa það, þá hugsa að það er ekkert skrítið að þú upplifir á fyrstu dögunum kvíða og þú ert búin að setja þér þetta verið svona langt. Þá náttúrulega selur heilin þér, ég er að fara að vera 9 mánuði í kvíða, sko. Já, og sérstaklega út að mér fannst ég vera komin eftir áætlun bara fyrstu vikunni. Það tók mig 9 daga að komast út úr Pennsylvania. Já, ég skil. Sem bara eitthvað pínu lítið fylki. Ég bara 9 daga og ég ennþá inn í helvítis Pennsylvania, skilur. Bara ert að grínast. En ég var náttúrulega að velja svona bakvegi og fleira. Þannig að ég var ekkert að taka fljótustu leiðin í gegn, en það, hver ástæðan að fara, maður alltaf bara eitthvað að bomba þjóðvegina. Mér langaði að vera svona í svona afskektu, fallegu svæði, litlum þorpum og litlum bæjum en eins og ég segi, það tók mér alveg smá tíma að svona læra að pakka, læra að tjalda hratt og taka tjaldið niður hratt og bara svona að komast inn í bara rútununa, skilur. En aðalbreytingin var bara að ég svona hætti að pæla í hvar ég var á hverjum degi og hvar ég myndi enda og bara, ég enda bara sem ég enda og svo mikil synd ef ég ætlaði eitthvað svona að fara að drífa mig í gegnum ákveðin svæði bara og það er mér langa að komast í einhver annað svæði, sko. Ég bara þegar þú að segja þetta núna, ég er að hugsa hennan tíma, sko. Það væri óeðlilegt ef þú myndir ekki fá kvíða og eitthvað, þú veist, því bara það að fara einn í svona langan tíma fyrir heilan náttúrulega bara eitthvað svona, þú veist, hvað er ég, þú veist, ég held ég þekki engan sem myndi fara inn í þetta og væri bara eitthvað að djöðlega þetta easy. Ég held að ég myndi gera það, sko. Ég veist að maður er bara eitthvað svo stjartfælega ruglaða stundum og mér fannst ég líka búin að vera að pæla í þessu það lengi, ég held ég væri bara með þetta. Þú veist, ég maður lesa svo mikið af bókum og bara hlusta svo mikið af podcastum og horfa heimildarmyndir og ég bara, ég er með þetta, sko. Og svo bara komin í aðstund, ég er ekki með það. En hvernig sko það sem kemur til mig þegar að tala um þessa bakvegi og fara lengi, hvernig því Bandaríkin náttúrulega svo að segja rosalegt land. Já. Ég hef bara verið í borgunum, þú veist, New York, Boston, LA, San Francisco.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.